Veröld bernsku minnar ofanbyggjarbyggðin. Hérna fyrir ofan Hraun, þar sem ofanbyggjararnir búa. Hér hafa verið 20 býli á annað 100 ár á þessu svæði. Þetta önnur sveitin í Vestmannaeyjum. Ég alinn upp í Suðurgarði, hérna við hliðin á núverandi húsi mínu og hérna var ótrúlega ævintýraveröld. Það var búskapur, það var sjósókn frá stórhöfða á orrabátum, það var fuglateki í úteyjum, bæði egg, lundi, svartfugl, súla, fíll og maður lærði að vinna með þessu öllu og verka það. Hérna í Suðurgarði var afi mín Árni Jónsson með gróðurhús, ræktaði tómata, rósir og vínber og þetta var mín veröld. Það var mikil hlunnindi. Hérna í Suðurgarði þá hef mér sagt að mér hafi sinnast við fólki mitt 4 ára gamall og þá rauk ég út og sagðist vera farinn. Ég hef búin að ganga hálfa leiðin í bæinn þegar afi kom á jeppanum, stoppaði á stráknum í strigaskónum, stuttbuxum og skyrtunni og spurði hvert þú að fara, Addi minn. Ég að fara til útlanda, sagði ég. Og hvar eru þau, sagði afi. Þau eru á bak við heimaklitt, sagði ég. En þá sagði afi óskup rólegur, Addi minn eigum ekki að fara upp í gróðurhús og fá okkur tómata. Þar með að það búið. Og ég fór ekki til útlanda. En ég var alinn upp hérna í sem sagt mjög fjölbreyttu umhverfi og ótrúlega fegurð. Hérna úr ofanbyggjarbyggðinni þá svo vítt til veggja. Það er til að mynda bein lína hérna í suðvestur til Brasilíu og ekkert land á milli. Bein lína á suðurskautið í suðvestur og ekkert land á milli. Bein lína í suður til Asóreyja og ekkert land á milli. Og maður alveg upp við þessar víddir og það veldur því að maður svona fær ákveðin sjónarmið að það séu alltaf möguleikar. Það sé alltaf ein leið enn. Og nýja í Suðurgarði sem kom í Suðurgarð, ung kona, ætlaði að gista hennar nótt, gisti í 60 ár og var auðvitað ein af heimilisfólkinu. Hún kenndi manni leksjur. Hún sagði, eftir því sem að vergengur, þá átt að bera þig þeim betur. Það kannski brotnaði líka eitthvað í Suðurgarði eða skemmdist, eitthvað lampi eða gas eða eitthvað fallegt. Þá sagði nýja strax, það var gott þetta fór, það var hundljótt hvort þið var. Málin voru afgreidd, dekki spúlað og það nú svona hlunnindi sem maður býr við. En að vera hérna í þessari ofanbyggjarbyggð, í þessu bændarsamfélagi, en samt veiðimannarsamfélagi, það auðvitað gaf manni möguleika á ævintýrum. Við byggðum sjálfur okkar íþróttavöllstrákarnir á Stöðli, stundum stangastökk, þrístökk, kástökk og svo framvegis og hérna var svona þessi veröld var hérna á þessum bletti. Þegar maður veltir því fyrir sér hvernig maður stemdur, hvernig maður gerður, þá kemur þetta margt til. Og sumir hafa kallað mig náttúrubarn, sumir villimann, sjálfur ég byltingamaður og geng til verka. Hispurslaust og tvín hún ekkert við það. Slæ ekkert af, en ég vil líka fá sama frá öðrum. Svo það ekkert vandamál. Nálaði við náttúruna hérna. Við hafið, sem eitthvað mesta afl jarðarinnar, við birtuna, við björgin, við fiskimiðin og driftinu sem fylgir sjávarútveginum, við vinnandi fólk sem hefur gaman af lífinu og manns gaman frá degi til dags. Það það sem að skapar mann held ég ansi mikið. Öflugt trúarlíf sem að spilar inn í allar kristnar hreyfingar á Íslandi hafa átt upptöksin í Vestmannaeyjum nema Vottar Jehóva. Og ég var svo heppinn að vera í nálægð við Fíladelfíu, Betel, stórkostlegt fólk við kirkjuna og séra Halldór Kolbeins og Ofaleiti, þar var ég heimalingur hérna í ofanbyggjarbyggðinni og þetta allt svona byggir mann upp. En þegar spurt til dæmis
hvað mesta afl náttúrunnar hérna, því það ekkert smáræði. Það birtan. Birtan hérna ótrúleg. Aflið í henni engu líkt og það ekki ein mínúta sem birtan eins. Og þetta leynt afl sem margir áttar sig ekki á að gefur gífurlegan kraft en gerir líka gífurlegar kröfur. Og þetta svona það sem ramminn sem að ég held að svona sé karmaði kringum mig. Hvað sem má segja og hann líklega rétt sem sumir hafa sagt að það ekki hægt að ljúga hann upp á mig. Og það gefur líka ákveðna hluti til merkinga. En mitt fólk, ég sem sagt alinn upp hérna í Suðurgarði að Vesturleiti hjá afa mínum og ömmu, Árna Jónsson, kaupmanni og bónda, Margréti Jónsdóttur ömmu minni. Þau voru stórkostleg, voru tónlistarfólk, amma spilaði á nikku, afi á orgel, amma á gítar líka, samdi lög og þetta var mikið söngfólk og afi stjórnaði forsöng í Þórði Kakala á þjóðhátíð í 40 ár. Svo kom ég með brekkusöngstjórnun í 40 ár líka. Svo þetta allt svona frekar íhaldsamt og hefðbundið. En við höfum bara gaman af þessu og til þess lífið. Það eru nógu margir sem gera það leiðinlegt. Og mamma Ingibjörg Jónsson, stór kaupmaður, blómasölukona til rúmlega hálfrar aldar. Hún var líka mjög öflug. Faðir minn, fóstufræðir minn, Bjartinn Elíasson, skipstjóri útgerðarmaður frá Oddhól í Rangárvöllum. Sjálfur ég hálfur Grikki. Faðir minn var bandarískur hermaður og þess vegna var nú hægt að réttlæta dvöl bandaríska herliðsins á Íslandi. en þetta svona blanda sem að hefur bara sinn gang. Og í Suðurgarði var móðursystir mín Svala og Óli, frændi mín Adóli og Sigurgeiri Þólfagerði, við ólumst upp saman. Systkini mín Áslaug, Þröstur og Elías. Og þetta svona kjarninn í þessu liði sem hefur verið ákaflega, hafa verið mikil forréttindi að fá að alast upp með og fylgja eftir í lífsferðinni. Þessi undrarblettur hérna, þessi guðsgjöf, heitir Vilhjálmsvík og hérna rauninni náttúrusaga Vestmannaeyja í hnotskurn, aska, móberg, basalt. Og hérna sér maður hvernig það verður til, hvernig það brotnar og hvernig það þróast. Og svo þessar klappir hérna, þessar móbergsklappir, sem eru náttúrulega sérstakar fyrir þá sem hafa alist upp við það. Þessi pollar hérna, sjávarpollar með þangi í. Þetta var veröld okkar eyjapeyjana og ofanbyggjarana. Hérna fórum við á hverjum degi, mánuðum saman, ár eftir ár. Hérna áttum við sérstakar hafnir inn í þessum pollakríkum, inn á milli stóru steinana. Þaðan gerðum við út fraktskip, fiskiskip, nefndu það. Við smíðum þessi skip sjálfur úr kubbum og það var ekki lengi verið að búa til eitt skip, svona 2000 tonna skip, það tók 5 mínútur. Og þetta líka góður skóli, þetta besti skólinn. Og þó að maður læri í skólunum, ég kennaramentaður, þá lærir maður fyrst og fremst af lífinu, af reynslunni
og þá lærir maður verkvitið og það er það eina sem skiptir máli. Eina sem skiptir máli. Hitt er allt meira og meira hér komið, þó þessi gott í bland. Og hérna sem þetta vorum við, þetta var okkar veröld, hérna vorum við ýmist trillukallar eða stórskipstjórar á stærstu skipum jarðarinnar og sigldum hérna á þessu lóni. Það þurfti ekki stærra haf fyrir okkur. En svo var kliðurinn hérna úti og það má, auðvitað lærir maður á þessu. Maður lærir á þessu drift, maður lærir á þessu að þora að gera hlutina og vera ekki verkkvíðin. Því það er aðalatriðið að vera ekki verkkvíðin. Heldur að hafa gaman að því og smíða úr hlutunum eins og hægt er. Hvort sem það eru kubbaskip eða 100.000 tonna farþegaskip á heimsögunum. En það segir líka að oft býr að fyrstu gerð. Og það sem ég hef til að mynda gert í gegnum tíðina í tónlist, og það sé meira og minna mest fyrir sjálfa mig, þá hef ég gert 2 svítur, 25 kafla í þeim og það er ekkert þekkt af því að ég hef ekkert verið að hamra á því og kannski ekki ástæðu til, en það er til. Og spila sumum bestu sinfóníuhljómsveit heims. Öll þessi lög, nánast allir þessir lagakaflar, eru sóttir hingað, í kliðin við hafið, í þytinn og storminn við Stórhöfða, í blæinn við Björgin. Þetta eru stemningar, hérna hlustaði maður á ákveðna tóna og takta í hafinu og útfærir það svo í lög á gítarstrengina eða eitthvað annað. Og þetta er nú ekki flóknara en þetta, það er ekkert háskólanum að baki. Það er bara náttúrustemning, að fanga náttúruna þegar hún gefur sig og brosir við mann eins og sólin. Það er náttúrulega merkilegt hérna á þessu svæði að hérna getur brímið verið alveg hrikalegt. Og það er nóg að standa hérna bara 50-100 metrar frá ströndinni í verstu og öflugustu brímáttunum í suðvesturáttinni og maður finnur jörðina titra. Maður stendur á titrandi bergi þó að þetta sé svona þétt allt saman. Og þessar öldur geta verið upp í 7-9 metra háar. Koma hérna inn eins og þetta glepamann, eins og hníga þeir á klöppunum og sefast. Og maður stendur agndofa og horfir á, en manni dettur heldur ekki hugarífa kjaft. Það voru forréttindi að búa í Surtsey nærri 2 ár, á gjósandi eyju. Surtsey var til 1963. Hún gaus í 4,5 ár, næst lengsta gos Íslandssögunnar. Surtsey er yngsta eyja jarðarinnar. Næst yngsta eyjan er Anak Krakatau í Indónesíu sem að gaus 1921 og hefur gosið af og til síðan. En Surtsey er yngst og þarna var ég í nærri 2 ár, 9-10 mánuði hvort ár og var starfsmaður Surtseyjarfélagsins, geimferðastofnun Bandaríkjanna og fleiri aðila. Vann með vísindamönnum víðsverað úr heiminum í eftirliti og taka prufur og sýni af því sem kom af fjöruna, af bakteríumyndun og öllu tilfallandi. Að fylgjast með því hvernig lífið var til á nýrri eyju. Þetta var í fyrsta skipti í sögunni sem menn gátu farið þá leið að finna út hvernig lífið þróaðist á nýrri eyju. Og síðan hefur þetta vaxið úr grasi, nú eru komnir tugir af tegundum, jurtum, blómum, grössum og margar fuglategundir hafa numið landar. Selurinn og allt færist þetta í kvíarnar og eykur við sig. Þetta er merkilegt í sögunni, en það var stórkostleg reynsla að vera þarna. Stundum var maður bara eins og Robinson Crusoe og jafnvel verri aðstæður. En það voru líka hlunnindi, ég hafði gummibát, Zodiac-bát sem ég gat brugðið mér á annarkvort til að dorga eða út af einhverjum eyjabát sem var að fiska. Fengið humar eða ýsu eða þorsk, svo var eldað og grillað í gígnum jafnvel. Humarveislaði í gíginn, þá satt maður einn og horfði í glæðunar og nartaði humar. En þetta var tími sem er engu líkur. Og var bæði gefandi og krefjandi.
Því maður varð að læra á brimið, kunna að brimlenda gúmmíbátnum eða þá synda út og eftir atvikum og þannig að maður fékk svona harðan skóla og skráp sem að var þess eðlis að ég vildi ekkert hafa gert til að sleppa þessu. Því að þarna voru aðstæður sem voru einstakar á jörðinni. Það var magnað að geta fengið verið svona peð í því spili. Að vera í Herjólfsdal á öllum tímum aldurs upplifun sem að menn njóta. Ég man eftir einu sérstöku atviki einu sinni, kannski ekki merkileg, en 10 ára gamall. Þá var ég að fara heim í bekkjarbíl síðlanætur. Ég hafði einhvern veginn platað móður mínu til að fá að vera mjög lengi inn í dal. Og þá voru miklu snillingar að fara heim í bekkjarbílnum. Simmi bakari, Georg kaupmaður, Siggi Vító og fleiri jaxlar. Og Simmi var með konjaksflösku, forláta fallega flösku. Og hún gekk á milli. Og þeir tók alltaf teig og leið og þau tekið sopann, þá dásumu þeir Simma fyrir þetta stórkostlega boð að vera að bjóða upp á konjak og eiga flöskuna sko ennþá og hálfnuð þjóðatíð. Og þannig voru þeir glaðir og refir og smjöttuð á teigunum, en það var ekkert í flöskunni. Ég var svo eini sem að skynjaði það. Ég sá það að flaskan var tóm, en þeir lifðu sig svo inn í þetta, þeir voru alltaf að fá bara gúlsopa af besta konjaki í heimi og áttuðu sig ekki að flaskan var tóm. Þetta er svolítið spegilmynd af þjóðatíð. Menn lifa sig inn í ævintýrið og þá skiptir í rauninni engu máli hvort það er alveg raunverulegt eða ekki, eða hvort það er bara góð saga. Og Herjólfsdalur er hérna ævintýri Vestmannaeyja. Hérna er þjóðatíðin, hérna slær hjartað einu svona ári í 4 nætur, 3 daga. Og hérna byrjaði maður að taka þátt í hlutum eins og íþróttum, keppti sem pegi í hlaupum, frjálsum íþróttum. Hérna horfði maður á Torfa Bryngeirs, margfaldan Íslandsmeistara og Evrópumeistara í frjálsum og fleiri snillinga. Og þetta var vettvangur sem var stórkostlegur, sem var að gaf manni endalaust. Og þjóðhátíðarlífið sjálft, það er spegilmynd af blævæng Vestmannaeyinga í lífinu sjálfu. Það var skemmtilegt þegar við ákvaðum að byggja hérna Stafkirkjuna í tilefni 1000 ára kristnitökuafmælisins. Þá ákvaðum við að byggja hana hérna á Nýja-Hrauninu við Hafnargarðinn. Þegar hún var byggð upphaflega, fyrirmyndin eða hugmyndin, það var árið 1000 þegar Gissur Hvítá og Hjalti Skeggjason komu til Íslands sem sendiboði Noregskonungs. Þá var hún byggð hérna undir Heimakletti undir Löngu, Fornusöndum, en síðan hefur landslagið breyst þar, svo það var ákveðið að byggja hana hérna og hérna reistum við hana og þáðum kirkjuna sjálfa að þjóðargjöf frá Norðmönnum, en að öðru leyti þá byggðu Íslendingar umgjörðina kirkjuna, Íslenska ríkið. Hún er þjóðargjöf, eign Íslendinga og ég man þegar að ég kom fram með þessa hugmynd, þá var sagt peyjan eins og reyndar oft áður, nú er hann algjörlega brjálaður. En allt venst, öll vitleysa venst. Það er nú góðu kosturinn við vitleysurnar. Jafnvel mistökin, þau venjast og að því læra menn. Innsiglingin til Vestmannaeyja eru dyr Vestmannaeyja og Heimaklettur er bakhjarlinn. Heimaklettur sem haggast aldrei. Og það er viðmiðunin að eitthvað bjátar á, þá á maður ekki að haggast frekar en Heimaklettur. Það er viðmiðunin. Innsiglingin er auðvitað það sem hefur gefið manni einna mest í lífinu, öll viðmiðunin og lífið sem þar fer Það er alltaf bátar á ferð út úr Vestmannaeyjahöfn eða inn í Vestmannaeyjahöfn. Það líða ekki margar mínútur að það sé kyrrð þar á. Og maður var alinn upp hérna á skansinum og bryggjónum á hverjum degi sem pegi
að fylgjast með þegar pabbi kom að, hann var skipstjóri og þá lærði maður til dæmis að þekkja alla bátana, Vestmannaeyjabátana, 100 bátana. Maður lærði á ljósunum, í möstrónum, þekkti það úr fjarlægð og það var alltaf léttir þegar maður sá hvern bát koma á fætur öðrum á hafinu. Því það var margar fórnir verið færðar á hafinu við Vestmannaeyjar. 500 sjómenn hafa farist hér á 100 árum. Og þetta hefur áhrif á mann. Þetta eru þungu sporin en allt þetta þannig að lífið heldur áfram og menn vinna úr því. Þannig að bryggjan var ólst upp á bryggjunni, ólst upp hérna við innsiglinguna. Og það er besti skóli sem ég hef fengið á ævinni. Verið í lúkurunum, hitta kallana, fylgjast með þeim, hlusta á þá, heyra spjallið, lúkarspjallið sem var tæputungulaust og hispurslaust og þetta er minn besti skóli, langbesti skóli. Það er sérstakt hérna með innsiglinguna og það er svo mikill ævintýraljómi yfir henni. Þegar verst lét fyrir gos og Nýja-Hraunið skildi ekki, þá náði brimið upp í grös í Heimakletti. Og Heimaklettur er náttúrulega konungur norðursins í fjöllum, þó hann sé ekki hærri en 283 metrar, en hann er ægifagur. Ási Böðvar einu sinni sumarlangt á Grænlandi og vann þar, svo kom þjóðhátíð og hann var brjálaður á heimþrá. Og hann sendi texta og lag sem segir eiginlega allt þennan blæ Vestmannaeyja. Og það að sá sem kemur til Vestmannaeyja, hann verður leið og hann kemur á land, eyjamaður, með skildum og réttindum. Ó, fylgdu mér í eyjar út, þar andar golan sumar hlý og vinir bjóða vín af stút og viðtökurnar eftir því. Í Kafelli þá fyrst ég fer, því frændi lánar bátinn sinn, sigli út Súlnasker og síðan reik hamarinn. Ég gæti þulið 1000 nöfn og þyrft að heilsa hverjum stað, því þetta er hjartans heimahöfn, ég held ég fari nær það. Í Klettsvíkina kom ég fyrr og kannast þar við hverja hlein, og manstu út við Ægisstyr er aftan sólin fegur skein. Mér finnst það hafi gerst í gær að glettist blær lokk og kinn og aldrei gleymast augun skær, né æsku bjartur hlátur þinn. Svo göngum við rinda og reit og rekjum saman liðna tíð og minning vaknar mörg og heit mína vini fyrr og síð. Mínar hjartarætur beintengjast við úteyjarnar, ekki síst Bjarnarey, hérna á bak við mig. Þar er ég alin upp að hluta. Ég fór fyrst í Bjarnarey 10 ára gamall og tekin í tölu bjargmanna ungur, fekk að veiða lunda og hjálpa til og það var náttúrulega bara ótrúlegt og ég ferðast yfir 100 lönd en að ferðast hérna úteyjarnar það er ekkert sem toppar það. Og ég man að ég var náttúrulega hef alltaf verið svolítið erfiður. Í eldhúsinu í kofanum í Bjarnarey, í veiðikofanum, þar var stór eikartunna og það var svo góð saft í tunnunni. Og ég var alltaf að lauma mér í krús af því ég hafði þótt góðar saftir í gegnum tíðina. Svo var allt vitlaust þegar strákarnir uppgötuðu það að ég var að drekka úr tunnunni, því þá var þetta bara bruggtunna. En það var sætur og góður gambri í tunnunni. Svo var ég stoppað í þessu. En ég hef ekki smakkað vín síðar á ævinni, þetta dugði mér. Og hef eiginlega verið fullur síðan líklega. Eða með einhverja sveppi sem að vinna úr þessu í niflunum mínum. En þetta er nú eina drykkjusagan sem ég get sagt af mér. Og 10 ára gamall. Móðir mín sem var stórtemplar stúkunur hérna, hún náttúrulega fikk aldrei vita þessu sem betur fer. en þessu hafa menn bara gaman og þetta er bara hluti af lífinu. En það er
Eyjarnar hérna, Elliðey og Bjarnarey, útverðir eyjana í austri, þær náttúrulega ægifagrar eins og leynir sér ekki. Jökullinn, Eyjafjallajökull og allt umhverfið, öll þessi umgjörð, allt austur að Dyrhólaey sem blasir við í góðu skyggni. Pétursey, í norðri Hekla, Mýrdalsjökullinn og svo framvegis. Þannig að þetta svæðið sem hefur verið svona eitt af myndrænasta sem maður miðar við í bernsku minningunum. Og það var svo mikið ævintýri að fá að fara með í eggin, fá að fara með rolluköllunum út og smala og taka þátt í þessu bjarglífi, þessu útígalífi með bátunum. Og maður var svona hluti af þessu og hefur aldrei komist út úr því hlutverki. Í Bjarnarey sígill eggja á hverju, og fleiri eyjum sígill eggja á hverju vori. Áður fyrr þá voru oft sendir óvanir menn, þá var þetta skylda. En einu sinni var það svo í Bjarnarey að það var bjargmaður niður í bjarginu í 70 metra hæð. Hann þurfti að gera skyldur sínar í bjarginu og losaði buxur og fleira, og þegar hann var að girða sig, þá hafði hann eitthvað farið óvarlega því að hann var búinn að tapa festu í bandið og hann hrapaði í sjóinn. 70 metra. Og sóknisbáturinn sem lá undir, hann sigldi strax að þar sem hann fór í sjóinn og ætlaði að hirða hræið. En þegar að bjargmaðurinn kom úr kafinu, þá sagði hann ofur rólega: heyrðuð þið ekki dink, drengir? Upp frá því var hann kallaður Helgi Dinkur, því að hann hét Helgi og það fylgdi honum ævilangt, Helgi Dinkur. Var það ekki mynd af.